Já. Svo að verið bara tilbúin til þess að þetta verði svolítið öðruvísi heldur en til stóð. Kannski bara besta mál við sjáum til. En ég legg þetta í hendur þínar, Jón. Já, þetta nú við. Já, komið sæl og verið hjartanlega velkomin hingað í Ingólfsstræti í dag. Þetta átti að vera útvarpsguðsþjónusta en það verður ekki mikið úr því. En já, við erum hérna komið saman á þessum fallega degi til þess að tilbiðja Guð og njóta nærveru hans. Áður en að við hefjum stundina eru nokkrar tilkynningar. Eru þær upp á skjá líka? Eða? Það er, nei. Ok, það er ég bara að minna á, það er alltaf hérna guðsþjónusta hér á laugardögum frá, já, fyrst hvíldardagaskóli alltaf frá 11 til 12 og svo guðsþjónustar frá 12 til 1 og bænastund á þriðjudögum frá 12 til 1, er það ekki? Og svo er það búðin hérna niðri sem er alltaf opin hérna á þriðjudögum og fimmtudögum frá 2 til 4 og já, bara minna á þetta. Þá ætlum við að byrja með bæn, nei það er á undan mér, allt í lagi, en þá er það ritningavers núna bara. Bía ætlar að lesa fyrir okkur ritningavers. Já, samkvæmt þessu er það núna. Ok, á dagskráni er það núna, en ok, þá ætlum við að byrja á að syngja. Og vegna þess að undirleikarinn sem átti að spila er ekki, þá erum við ekki að syngja sálmana sem koma þarna upp á skjáinn. En við ætlum að byrja á að syngja sálm númer 6 í sálmabókunum. Ég vil ljóðum drottin. Já.
Ég næði ekki upp að mikrofóninum, ásakið, svona, ok. Þá ætla ég að lesa ritningaversið í dag sem er Lúkasar Guðspjall, 17. kafli, 20. til 21. vers. Farisear spurðu Jesú hvenær Guðs ríki kæmi. Hann svaraði þeim, Guðs ríki kemur ekki þannig að á því beri. Ekki munu menn segja, sjá, það er þar eða hér er það, því að Guðs ríki er innra með yður. Á ég að biðja. Skulum luta á höfði í bæn. Himneski Faðir, við viljum þakka fyrir þennan fallega hvíldardag. Takk fyrir þetta fallega samfélag sem er hér. Takk fyrir að við eigum hvort annað að. Takk fyrir að þú ert búin að gefa okkur þennan kærleik til að gefa hvort annað líka, Faðir. Og takk fyrir því að þú vilt vera hérna með okkur. Og takk fyrir það að þitt ríki, það býr innra með okkur. Þinn heilagur andi vill starfa inn í okkur stanslaust, Faðir, og við þökkum þér fyrir að þú viljir vera hér og eiga heima inn í okkur, Faðir, og hvert sem við förum þá vitum við að þú ert með okkur, að því þú ert búin að lofa okkur það. Þannig að mér langar að biðja fyrir því að fólk muni alltaf hafa þann trú og traust að þú ert alltaf með okkur, að því þú ert búin að lofa það, himneski Faðir. Og ég bið fyrir því að fólk megi finna fyrir þinn heilagan anda og að þú megir starfa inn í hvert einasta manneskju hér, Faðir. Ég bið þess í Jesú nafni. Amen. Þá ætlum við að syngja saman næsta sálm sem er númer 72. Amen.
Þá er komið að barnasögu. Í Mattheus guðspjalli, 10. kafla, er saga. Fullt af sögum í Biblíunni, það ekki? Fullt af sögum í Biblíunni. En þessi saga, við vorum að lesa þetta daginn, við Indró og fleiri, og það myndi mig á að þegar ég var lítil, þá var þetta uppáhalds sagan mín. Ég átti bók sem var bara með þessari sög og ég fór að leita, ég á ekki bókina lengur, hún er bara týnd eða ég veit ekki hvað var hana, en ég fór að leita á netinu og ég fann myndirnar, ég fann bókina. Fyrsta myndin er svona, hvort þið sjáu. Hvað er að þessu manni? Hvað er haldið þess? Já, þetta er blindi maður úr sögunni. Manstu hvað hann heitir, þessi blindi maður? Nei, maður ekki hvað það heitir. Það byrjar á B. Er einhver sem veit hvað þessi maður hét? Bartimeus, og hann var kallaður, allavega þekkti ég söguna þannig að þetta var sagan Bartimeus blinda. Og ef við lokum augunum, þá sjáum við ekki neitt. Þá erum við eins og blind, er það ekki? Þá erum við eins og Bartimeus, sjáum við ekki neitt. En Bartimeus, hann átti heima í Jerikó. Og hann var betlari. En það sagt í Biblíunni að hann sé beiningamaður. Það er henni betlari, það ekki? Og því að hann sá ekki neitt og það var enginn heldur sem sá hann. Já. Einhver sem situr á götunni, hann ber og segir, viltu gefa mér pening? Af því að ég á ekki neitt. Já, einmitt, það er bara í mörgum löndum fólk sem situr fátækt eða eitthvað veikt og biður já, einmitt. En þessi hann satt þarna og var búinn að sitja í mörg ár og einhverjur gáfu kannski hendur til hans, einhverjum smápeningum, en það var í rauninni enginn sem sá hann. Það var nefnilega eins og allir væru blindir. Það er svo gaman að segja þér sögudagið, þú ert alltaf svo klár. Og svo kom þarna þessi dagur þar sem að Jesú og lærisveinarnir hans voru að koma inn í Jerikó.
Og Bartimeus, hann hafði einhvern veginn heyrt þennan mann, Jesú. Og hann var hann heyrir að fullt af fólki að koma, sjáðu myndina. Og hann situr þarna, og fólkið að labba framhjá og hann að hlusta. Oft þegar maður sér ekki, þá heyrir maður ennþá betur. Hann notar skilningaveit, hann að hlusta og hann heyrir að það verið að tala Jesú. Hann fréttir að þarna sé Jesús að koma. Og sjáðu, hérna Jesú og lærisveinarnir. Og hvað þarf hann að gera? Hvað hann að gera? Hann að öskra, hann að hrópa. Og hvað hrópar hann? Veistu það? Já, hann segir, Jesús, miskunna þú mér. Og hann hrópar aftur og aftur og aftur. Og veistu hvað fólkið gerði? Fólkið sagði, ekki vera með þessi læti. Af því að það sá hann ekki. Í rauninni voru allir blindir. Settu bara puttan hérna og sagði, ekki vera með þessi læti. En haldið að það hafi stoppað? Heldur hann hafi verið hlýðinn, þessi maður? Nei, hann sko ekki hlýðinn. Hann hrópaði ennþá hærra. Sérðu, hann rauður í andlitinu. Hann hrópaði svo hátt. Ég þori ekki að hrópa svona hátt. Það fara allir að taka fyrir eyrun við hrópa svona hátt. En hann hrópaði rosalega hátt. Og áfram hrópaði hann. Ég var að hrópa saman. Kannski getum við hrópa svolítið hátt. Við erum öll saman. Hvað hrópaði hann? Jesús, miskunna þú mér. Þú segir eins og nefn, getur þið? Jesús, miskunna þú mér. Og hvað? Nú hann búinn að hrópa svo hátt að Jesú, gerð svona. Hvað heyri ég? Það einhver að hrópa. Hann gerði ekki eins og fólki svona. Nei, hann vildi hlusta. Og hann heyrir í blindamanninum og lærisveinarnir sem voru að sussa á hann, þeir eru svolítið skömmustir og ennþá meira hissa þegar þeir heyrðu Jesú segja, komdu til mín. Jesú stoppaði, kallaði á hann, stendur hérna. Og þeir alltaf þurfti að kalla á blindamannin og segja við hann, vertu hughraustur, stattu upp, hann kallar á þig. Og veitir hvað maðurinn gerði? Blindi maðurinn, það sést nú að gerði. Sjáðu, ef við sjáum þessa mynd og svo horfum við á fyrstu myndina, hann eins klæddur? Nei. Hann kastaði af sér yfir höfnina, stendur. Kastaði af sér fötunum sem hafði haldið honum hlýjum og hann hljóp af stað. Já, en þegar maður er blindur og eyrun virka svona vel og Jesús var að kalla á hann, þá rataði hann til Jesú. Það var það sem hann rataði beint til Jesú og Jesús tekur vel á móti honum og sjáði andlitin í fólkinu. Þau eru alveg bara, Jesús ætlar að tala við þennan mann? Hann er syndur, því að fólk hélt að því að þess vegna væri hann blindur, að því að hann væri svo vondur maður. Og að Jesús skyldi vilja tala við hann. Hvernig datt honum það í hug? Og fólk er alltaf hvísla. Hvað er að gerast? Hann er að tala við blindamannin. Og, spólaði aðeins og hratt. Jesús, hann spurði. Það er svolítið áhugavert. Jesús spurði svo mannin. Hann vissi að hann var blindur. Var það ekki alveg augljóst að hann var blindur?
En Jesús spyr hann samt, hvað viltu að ég geri fyrir þig? Hvað viltu mér? Hvað á ég að gera fyrir þig? What can I do for you? Hvað á ég að gera fyrir þig? Segir Jesús við blindamann. Og auðvitað ekki svarið augljóst. Blindi maðurinn svaraði honum og sagði, Rabbúni, ég vil fá hvað? Sjónina. Ég vil fá sjónina aftur, stendur þannig, einhvern tímann hefur hann séð kannski. Og Jesús sagði við hann, Jesús, hann, hérna ég er ekki viss hann hafi verið með svona band fyrir augunum, en það bara til þess að sýna á myndinni að hann var blindur. Já, ég er búin að spoila. Og hann gat séð. Hann opnaði augun og hann gat séð. Og hvað var það fyrsta sem hann sá? Það fyrsta sem hann sá var Jesú. En eins og Davíð, hérna, sagði okkur á hann, að þá held ég svo sammála Davíð, að það var ekki bara blindi maðurinn sem var blindur. Við getum líka verið blind. Og við erum rosalega oft blind. Við sjáum ekki þá sem að þurfa á okkur að halda. Við sjáum ekki þá sem þjást. Við sjáum ekki þá sem komið illa frá mig. Við sjáum ekki börnin. Já, oft. Hafið þið ekki upplifað það? Að fólki, fullorðnu fólki er bara upptekið og þeir eru bara að bíða og það er enginn sem sér ykkur. Nema kannski Helga. Hún sér alltaf börn. Hún sér bara börn. Já, hún sér bara börn. Og það kemur Helga með spil eða eitthvað dót fyrir börnin. En það er rosalega margir, fullt af fullorðnu fólki og líka unglingum og börnum sem sjá ekki. Augun virka, en við sjáum ekki. Já, við sjáum alveg. Og þið, já. En við sjáum kannski ekki. Til dæmis ef að, til dæmis að enginn hefur farið í gegnum það sem það er. Þá myndi við vera svo forvitin að vita hvað væri þarna. Tíminn er það gert. Já. Og í skólanum hjá okkur, Amber og Davíð, þá vorum við daginn að vinna verkefni einmitt fyrir konur sem að fáir sjá. Var það ekki? Konurnar í konukvöldi sem þú nefndir áðan. Það er ekki margir sem sjá þær. Ég er ekki búin að sjá það. Nei, svo eru margir sem eru fatlaðir og það er ekki margir sem sjá þá. Oft er bara ekkert verið að spá í þeirra þarfir, hvað þeir þurfa. Svo er fólk sem bara komið þér illa fram með. Já, og líka krakka. Þegar við, já, líka krakka. En ég held að það sé svolítið allavega eitt af því sem getur lært af þessu sögu. Að við getum öll verið blind og sá eini sem getur opnað augun okkar og hjálpað okkur að sjá hvort annað, sjá hvað við erum að ganga í gegnum, benda okkur á hvort einhver þurfi knús, eða spil, eða leikföng, eða bros, það er Jesú. Og það high five. Eða það. Er það ekki? Er þið sammála mér? En Bartimeus, að því hann sá Jesú, þá gæti hann fylgt Jesú. Og Jesú sagði það við hann, komdu með mér. Jafnskjótt fékk hann sjónina og fylgdi honum á ferðinni.
Já, þetta er búið. Þetta er búið. Eigum við að muna eftir þessu og muna eftir því að við þurfum að sjá hvort annað. Já, takk fyrir. Þá ætlum við að syngja barnasálm sem er reyndar ekki upp á skjá og ekki í sálmabókinni, en við ætlum bara að læra hann saman. Hann heitir Barn þitt vil ég vera. Já. Þá ætla ég bara að bjóða hann Indró velkominn að koma hérna og tala til okkar. Góðan daginn, kæru vinir. Ég þarf ekki að útskýra meira fyrir ykkur þetta í sambandi við útvarpsútsendinguna, en þið komið hingað í kirkju til þess að heyra predikun heyra mig syngja og hlusta á Einar Valgeir flytja predikun. Og málið með Einar Valgeir er að hann er skemmtilegur, en þið fáið mig í staðinn. Og já, ég bara því hann ætlar að flytja þetta sína predikun eftir viku í útvarpið og ég fór að leita í símanum mínum að hvort það væri eitthvað sem ég geti flutt í dag, og ég fann einhverjar vangaveltur sem ég var með fyrir 6 árum síðan, og ég held að ég hef flutt bara í Keflavík, ekki hérna. Ef ég flutti þetta hérna, þá er ég vonandi að 6 ára tímabil á þess að fenna yfir minninguna og þetta verði í lagi. En þessar vangaveltur eru himnaríki. Og þessi yndislegu vers sem að Bía las fyrir okkur áðan úr Lúkas 17. kafla, þar sem að farisear spyrja Jesú
hvenær Guðs ríki kæmi. Og hann svaraði þarna að Guðs ríki kemur ekki þannig á því beri. Að menn mun ekkert vera að segja, sjá þarna er það, hérna er það, því að Guðs ríki innra með þér. Sannlega falleg biblíuteksti og á þessum tíma sem ég var að velta þessu fyrir mér, þá var ég að hugsa mjög mikið mömmu mína, hennar síðustu æviár, þar sem að hún satt, veikburða, satt í hægjendastól í stofunni sinni og las Nýja testamentið aftur og aftur. Þegar hún var búin, þá byrjaði hún upp á nýtt. Og ég þetta sítið hjá henni og hlusta á hana útskýra fyrir mig Nýja testamentið aftur og aftur. Ég held að Sonja, þú manst eftir þessu, mamma sitjandi í hægjendastól að lesa svona ljósblátt Nýja testament. Já, ég á það ennþá til heima, sko. Þetta eintak. Já, og sko, málið er þannig að þegar maður er ungur, þá hefur maður alveg staðfæsta sannfæringu hluti. Eftir því sem maður eldist og kemst að því að lífið er flókið, þá leyfir maður sér þann mun að velta meira fyrir sér. Leyfa sér hafa smá efasemdir sem maður, og vangaveltur sem maður tjáir við son sinn þegar hann situr inn í stofu og kannski maður vill ekki láta segja fullt af fólki frá, en samt erum við hérna í dag. Og sko, þetta með flókna lífið og einfalda lausnir. Mamma nefnilega, hún bara velta fyrir sig hvað er framundan, og hún sætti sig ekki við einfalda lausnir á flóknum vandamálum. Og hún, alveg eins og ég, við fæddust inn í þennan söfnuð og æviráðning, en já, ég er að vona, því að ég er ekki búin að rifja upp þetta erindi núna í 6 ár, ég vona að ég komist ekki að einhverjum punkti sem ég er ósammála sjálfum mér. Já. Það sem mamma átti erfitt með, það var hluti sem henni þóttu órökréttir og spurningar sem henni þóttu ósvaraðar. Og hún og ég veltum því fyrir okkur þá saman þegar við ræddum þessa biblíuteksta og svona kringumstæður okkar. Hvar höfum við staðið, sem sagt? Hver hefur heimsmynd okkar verið og okkar samofið þessari kirkju? Hvar stöndum við í orðræðu samtímans? Hvert er hlutverk okkar? Hvert er framlag okkar? Fótafar okkar á samtíma? Þetta tengist sjálfsmynd sem maður svona vex upp í og sem maður þroskast í. Hvert er hlutverk og framlag okkar sem trúfélags? Hvað er það sem gerir heimsmynd okkar og svo frásögn sem við berum fram gjaldgenga fyrir þennan samtíma? Í kjarna Biblíunnar þá er lofað Guðs fyrirheitnalandið þar sem allt verður betra. Lífið er eyðimerkurganga, en handan Jórdan er nýtt heimili þar sem allt flýtur í mjólk og hunangi. Megin þemað er að allt var einu sinni fullkomið, nú er það ófullkomið, en loks mun þetta fullkomna vera endurreist. Og eitt sem við lásum saman þarna í stofunni í Kringlunni, það var úr Opinberunarbókinni. Þess að mamma var að velta fyrir sér og sagði, ég þarf að lesa þetta fyrir þig. Allt í lagi, skal hlusta, sagði ég. Það er úr Opinberunarbókinni.
Og sá sem við mig talaði hélt á gullkvarða til að mæla borgina, hlið hennar á múr. Borgin liggur í ferning, jöfn á lengd og breidd. Og hann mældi borgina með kvarðanum og var hún 12.000 skeið. Lengd hennar og breidd og hæð voru jafnar. Og hann mældi múr hennar eftir kvarða manns sem engillinn notaði líka, var hann 144 álnir. Múr hennar var byggður af jaspis og borgin af skýra gulli, sem skært gler væri. Undirstöðusteinir borgarmúrsins voru skreyttir alls konar gimsteinum. Fyrsti undirstöðusteinin var jaspis, annar safír, þriðji kalsedón, fjórði smargaður, fimmti sardonyx, sjötti sardis, sjöundi krísolít, áttundi beril, níundi tópas, tíundi krísopras, 11. hýasint og 12. ametist. Og hliðin 12 og voru 12 perlur og hvert hlið úr einni perlu. Strætið borgarinnar var á skýra gulli sem gagnsætt gler. Þetta voru Opinberunarbókið 21. kafla, 15. til 21. vers. Og ég man að við vorum í erfiðleikum með þessi vers. Mamma velti því fyrir sér á hverju væri þörf á því að í himnaríki að verjast innan borgarmúra. Það sem nóg af gulli og eðalsteinum. Til hvers? Erum við enn að deila draumsýn víggirta borg, gullin stræti og glerhaf? Tilvist það sem við njótum öryggis, friðar og gnótt matar. Hvers konar tilværi það sem er engin endurnýjun, fæðing eða dauði á sér stað? Engin rigning til þess að gefa okkur viðmið til þess að njóta sólskinsdaga. Engin nótt til þess að leyfa okkur að fagna sólaruprásinni. Hvaða draumsýn eigum við að deila með öðrum? Og hvaða máli skiptir hún? Á 17. öld þá var það franski stærðfræðingurinn Blaise Pascal. Hann lýsti lífinu sem einu allsherjar táraflóði. Og breskur samtíðamaður hans, Thomas Hobbes, sagði: lífið er í grundvallaratriðum einmannalegt, fátæklegt, miskunnarlaust og stutt. Þetta voru hugmyndir 17. aldarmanna. Og öldum saman stóð tíminn í stað. Kjör evrópsk almúgamanns voru nokkurn veginn þau sömu á 14. öld eins og þeir í 19. Eftir landfundi Kólumbusar, uppgötvunin Galileo og Isaac Newton á sviði vísinda og upplýsingaöldinni, siðbótana, prenttækni og gufuvélar, þá breytist allt. Á 600 árum hafði líf almúgamannsins nánast ekkert breyst hvað snertir menntun, atvinnutækifæri, eignir og lausafé. Og svo breytist þetta rétt í kringum aldamóti 1900. Það leyti sem við fengum hluti eins og síman, ljósaperuna, bifreiðina og uppþvottavélina. Núna sjáum við milljarða manna allt í einu auðug, vel nærð, hrein, örugg og við góða heilsu. Upp á 19. aldar lifðu 84% mannkyns við sára fátækt. Í dag er raunin svo að innan við 10. hluti mannkyns lifum við slíkan skort sem getur talið sár fátækt. Jafnvel þeir sem teljast fátækir á viðmiðum 21. aldarinnar lifa við slíkan kost sem hefur talist til vellistinga á flestum tímum mannkynssögunar. Heimilislaus einstaklingur á Vesturlöndum sem þiggur félagslega bætur hefur eftir því sem menn reikna meira lausafé milli handana en meðalmaður hafði miðja 19. öld og 4 sinnum meira en miðja 20. öld og 4 sinnum meira en á þeirri 19.
En samt segjum við, heimur versnandi fer. Lífið á miðöldum var erfitt, en þrátt fyrir það átti fólk draum sínir betra líf og von himnaríki í næsta lífi. Og ein slík draum sín var stað sem menn kölluðu Kokkani. Þangað komst maður með því að borða sig gegnum 3 mílur af hrísgrjónagraut. Þar flóðu ár og lækir með vín í stað vatns. Steiktar endur flugu loftið, pönnukökur uxu á trjánum og vínabrauð fjall af himni ofan. Athyglisvert, vínabrauð og steiktar endur, en þess þá heldur, þar voru allir jafnir óháð stétt eða stöðu. Þar voru engin rifrildi, athugið það, engin rifrildi. Það er eitthvað til umhugsunar. Í staðinn dansaði fólk, drakk og stundaði kynlíf eins og því langaði til. Lítið í kringum ykkur. Í dag lifum við í himnaríki miðaldamannsins. Í fyrsta sinn í allri mannkynssögunni hefur stór hluti mannkyns umfram næringu, félagslega bæti við þá sem geta ekki unnið fyrir sér, heilbrigðisþjónustu, upphituð eða loftgjaldar vistaverur og í raun með tilkomu getnaðarvarna og einstaklingsfrelsis óhindrað kynlífi sem öllu langar í. Og í dag þjáist fleira fólk á heimsvísu af offitu en af næringarskorti. Við brúum við meira öryggi og jöfnuð en okkur sinni fyrr. Okkar stærsti efnahagslegu vandamál eru óhentugir flugtíma til sólarlanda, lélegar internettengingar og takmarkaðir valmöguleikar á matsælum veitingahúsa. Og í ljósi þess, þá finnst mér ekki skrítið að trúarbrögð eigi undir högg að sækja á Vesturlöndum ef við erum enn að reyna að færa fólki draum sínir miðaldana. Og fólk sem lifir við allsnægtir, því er þó alveg sama. Við syngjum með en sálma sem ber að merki heimsmyndar, það sem núverandi ástand er ófullkomið, ófullnægjandi og sársaukafullt. Og áherslan er einhverja enn betri og fullkomnari tilvist í framtíðinni. Og hljóma svona á jörðinni, hér ekki heima ég á hana betra í vonum. Því mæni ég héðan í þögulli þrá, ég þrá að vera hjá honum, sem eilífan bústað með býður, sem gestur og útlægi. Og heilug er heimvonin dýra, heim í Guðs dýrða borg, heim þar sem horfin er syndin, harmur og neyð og sorg. Alveg eins og Ísraelsmenn sem voru í tímabundinni biðstöðu í óbyggðunum milli Egyptalands og fyrirheitna landsins, þá eru við flökkulýður. Við erum útlendingar eða gestir. Við eigum ekki heima hér í þessari tilveru, heldur undirbúum okkur undir þeirri næstu. Og leiðin þangað þarf helst að fela í sér þrengingar og sjálfsamneitun okkar mati. Stóru vágestir fyrir alda, drepsóttir sem hafa nánast verið útrýmdar með tilkomu bólusetninga. Bólusótt þekkist ekki, lömunarveiki, mislingar og berklar þekkjast varla í stórum hluta heimsins. Jafnvel malaría og eyðnir í undanhaldi. Árið 1836 dó einn ríkasti maður heims, Mayer Rothschild, vegna skorts á fúkkalyfjum. Og í dag er talað í fjölmiðlum að við ofnotum fúkkalyf. Samkvæmt Peace Research Institute í Oslo hefur tilfelli morða og annarra ofbeldisglæpa fækkað 90% síðan 1946. Og þá segir bara velkomin til himnaríkis. En
og þetta stóra en. Lífið er samt innantómt. Í dag, samkvæmt World Health Organization, er staðan svo að þunglyndi er algengasta orsök örorku í heiminum. Og það er áætlað að 300 milljónum manna þjáist nú af þessu sjúkdómi. Staðan nútímamannsins er svo að hann hefur allt í einu nema ástæði til þess að fara fram á rúminu á morgnana. Við eigum svo marga valmöguleika að við þjáumst að kvíða að hafa ekki valið þann besta. Við höfum aldrei lifað við jafn mikil efnisleg gæði, en á sama tíma keppumst við stöðulega því að vinna meira, að fá meira. Álagið og streitan er orðin þannig einhver alvarlegasta ógn við heilsu okkar. Og sem aldrei fyrr skortur okkur merkingu og innihald í tilveru okkar. Mesta vandamál nútímamannsins er að honum hreinlega dettur ekkert betra í hug til þess að láta sig dreyma Og þá spyr maður sig, hvert er okkar framlag í þessum samtíma? Og mér langar til að leggja það til að við hættum að tala líf okkar hér og nú aðeins sem biðstofu fyrir einhverja aðra og miklu betri tilveru. Þetta líf, þessi tilveru okkar, er það sem við eigum í dag og allt annað er óþekkt. Það er í höndum Guðs. Hvað sem verður, eða verður ekki, er á hans forsendum. Og þetta var útskýring sem mamma gat loks honum sátt við og talaði á þessum samverustundum okkar. Í dag eigum við þessa stund saman. Og eftir borðum við saman, við skiptumst á reynslusögum, við hlæjum saman. Og þannig er það að í dag er dýrmæt helgistund. Í fjallræðinu segir Jesú: Sælir eru hjartareinir, því þeir munu Guð sjá. Sælir eru friðflytjendur, því þeir munu Guðs börn kallaði verða. Í heimi þar sem að efnishyggjan gerir út af við andlega og líkamlega heilsu okkar, er skortur á hreinleika hjartans. Í heimi þar sem öll umræðan í fjölmiðlum og stjórnmálum er orðin polariseraðri og öfgafylltri en nokkuð sinni fyrr, vantar friðflytjendur. Ég held að svo áskorun sem blasir við okkur sem trúarhreyfingu er að hefja okkur upp frá dómhörku og flokkadrætti samtímans. Að fjarlægja okkur frá fréttaveitum sem krefja okkur að hafa skoðanir á átökum fólk sem við þekkjum ekki í löndum þar sem við höfum aldrei komið. Frekar en að lýsa yfirvofandi heimsendi, leggja til að trúboð okkar felist einfaldlega í velvild, í garð ókunnugra og í óverðskulduðum góðverkum til þeirra sem geta ekki endurgoldið þá. Og þannig getum við sýnt hið guðlega í hinu hversdagslega. Orðið þáttakandir í Guði. Og ég legg til að við færum áherslu okkar frá hinu eilífa og að hinu óendanlega. Frá
eilífri sæluvist sem við ekki skiljum og að þínu óendanlega merkilega augnabliki sem þessi líðandi stund. Og það vísdómur sem ég las einu sinni frá öðrum heimshluta sem að hljóma svona: ímyndaðu þér glasið þegar brotið. Leið þú nýtur þess að drekka úr því svalandi vatnssopann, ímyndaðu þér glasið þegar brotið. Því öll glös mun einhvern tímann brotna. Og þá tilgangslaust að syrgja missin, að syrgja það sem liðið. Ímyndaðu þér þessa samverustund þegar liðna. Ímyndaðu þér ævina þegar á enda. Og ég held að þegar við hættum að kvíða brotthvarf þess sem mun óhjákvæminn einhvern tíma líða, getum við fyrst óttalaus notið augnabliksins að fullustu. Og það var einmitt þetta sem ég held að liggi í svari Jesú. Þegar farisæjar spurðu Jesú hvenær Guðsríki kæmi, að þá segir hann: það ekki þannig að Guðsríki komi og þið sjáu þarna er það eða hér er það, því Guðsríki innra með þér. Takk fyrir í dag. Takk fyrir þetta intro. Nú ætlum við að syngja einn sálm í viðbót. Það væri sálmur númer 293 bara. Það er
Þá er komið að bæn. Indró, ert þú til í að leiða okkur í bæn? Skulum biðja saman. Við rís og sætum. Kæri himneski Faðir, við erum svo þakklátt fyrir þessa samverustund sem við getum átt í dag. Að við njótum samvista við hvert annað og til tilbeiðslu stundar. Og leitum til þín og í orðið þínu eftir leiðsögn og fordæmi. Og gefðu okkur það að í öllu því sem við tökum okkur fyrir hendur, í lífi okkur öllu, þá horfum við til þess boðskapar sem þú gefur okkur, þess hlutverk sem þú gefur okkur. Og gefðu það að við mættum í daglegu lífi að njóta hverja stundar og meta hana verðleikum. Í Jesú nafni, amen. Þá ætlum við að syngja síðasta sálminn sem er númer 132. Kæri Jesús. Þá ætlar Indró í stað Einars Valgeirs að fara með blessunarorð. Ætlar Erika að hafa blessunarorð? Erika ætlar að hafa blessunarorð. Fjölum út til þessu. Rísum á fætur. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú nafni. Amen. Gjörðu svo vel að fá okkur sæti. Þá ætla ég bara að fá að tilkynna það að
því miður þá fór öðruvísi heldur til stóð með útvarpsupptöku, en við gefumst ekki upp. Er það nokkuð Bía? Þó að þú sért að fara úr landi, já, næsta hvíladag, þá 19. apríl verður upptaka, allavega kemur útvarpið þá hér með upptökutæki fyrir okkur, og við bara hrópum til ykkar að koma nú, fallegur hópur hér í dag, að koma aftur næsta hvíladag, þó að það séu páskahelgin. Við tölum saman það. Allavega stendur það til núna að Einar til í að hafa sína predikun þá. Hann Pétur Nói, organisti, hann til í að spila fyrir okkur þá, og hún Ingibjörg Ingunn, trompetleikari, ætlar að spila fyrir okkur líka, og við erum svona vonast til þess að við fáum líka söng á þeim degi. Hvað segirðu? Hjartans þakkir, við erum að bjóða ykkur hér að koma inn í hliðarsalinn, og Tanja búin að undirbúa fyrir okkur máltíð hér. Takk fyrir í dag.